Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson sem er framkvæmdastjóri flugfélagsins Sirkul Air. Þorvaldur, flugfélag, hvers konar flugfélag þetta? Þetta svona fyrst og fremst ætlað og stemt að ferðamönnum og ýmis konar leiguflugi hérna innanlands. Við fórum af stað með þetta, ég fékk nokkra góða félaga og velunnara til liðs við mig fyrir 4 árum. Þá fórum við svona hugsa málið og svona setja þetta niður á blað hvernig þetta yrði og við sáum að það þyrfti kannski eða mætti kannski gera betur í því að sinna útsýnisflugi fyrir ferðamenn, bæði þá frá Suðvesturhorninu og frá Akureyri. Þetta var vaxandi traffík á Norðurlandinu og svo framvegis og Mýflug hafði auðvitað verið að sinna þessu frá Mývatni með ágætis árangri. En við sáum þetta fyrst og fremst sem viðbót frekar en beinlínis samkeppni við þá sem fyrir væru. Og ég held að svona, þetta allavega, það sígandi lukka og við erum býsna bjartsýn á framhaldið. En til þess að gera út á slíka þjónustu þá þarf væntanlega sér útbúnar vélar, með þá til dæmis stórum gluggum? Jú, það rétt. Við fórum í það að kaupa kannski að miklu metnaði að kaupa nýjar vélar sem eru með stórum gluggum og svona útstæðum þannig að ferðamenn sjá mjög vel. Viðtökurnar hafa þetta bara verið mjög góðar, sérstaklega því að vélarnar eru nýjar, það breytt á milli sæta og það fer vel alla og allir sjá mjög vel. Og eins og ég segi, viðtökur ferðamanna hafa verið afskaplega góðar og bara góður stígandi í þessu ár frá ári. En auðvitað, ég finnst gaman að þegar maður spurður á þessum tímum núna hvort það sé ekki blikur á lofti og svo framvegis að þá finnst mér svo gott að geta játa fávisku mína eða reynsluleysi í þessu vegna þess að við erum bara að sjá aukningu hjá okkur og kannski út af því að við erum svo ung eða nýlega komið til leiks. En þetta klárlega eitthvað sem að fólk hefur áhuga á. En hvers konar tegundu ferðamanna það sem að þið kaupir far hjá ykkur? Þetta kostar væntanlega talsvert. Er þetta lúxus ferðamennska? Þetta eiginlega bæði og. Við erum í rauninni með ferðir frá 35.000 krónum á sætið fyrir þá einhverja upplifun og alltaf 7 manns borð í einu. Og svo töluvert algengt yfir sumartíman að þá koma efnameiri ferðamenn og leigja vélarnar hjá okkur í kannski 1 eða 2 daga með mann og mús. Og þá kannski landið og miðinn tekin og krossað landið allt. Og það kannski á einungis að færa þeirra efnameiri en svona fyrir allt venjulegt fólk eins og við sjáum að koma úr skemmtiferðaskipunum. Það bara á venjulegum bucket list eða svona því sem að fólk vil gera á ævinni, það að fara í útsýnisflug úr Íslandi. Þið eru þá með aðstöðu eða starfsaðstöðu bæði í Reykjavík og svo á Akureyri? Já, það rétt. Hvernig fer svona markaðssetning fram? Aldrei sér maður auglýsingar frá ykkur í Fréttablaðinu eða Mogganum eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru fyrst og fremst útlendingar? Já, þetta það og kannski náttúrulega eins og nafnið gefur til kynna og ég ætla bara að biðja alla íslensku unnendur afsökunar á því en þetta auðvitað fyrst og fremst stílað inn á enskumælandi ferðamenn eða allavega þá sem að kunna það mál og auðvitað með tilvísun til Diamond Circle sem markaðsett hér markaðsleið á Norðausturlandi og Golden Circle fyrir sunnan og svo framvegis og þetta kannski googlast ágætlega svo maður sletti. Og auðvitað markaðssetningin bæði út á nafni og öðru slíku, þetta fer langmest fram á samfélagsmiðlum. Það svolítið mikið talað hvers konar ferðamenn við viljum fá, þeim fjölgar ár frá ári þó að sé kannski núna einhverja blikur á lofti en samt sem áður hefur ferðamannum fjölgað gríðarlega á undanförnum árum. Getum við á einhvern hátt stýrt í hvers konar ferðamenn sækja Ísland heim, þeir sem eru vel borgandi eða betur borgandi eða þeir sem skilja minna eftir sig? Getum við stýrt þessu? Ég held að það sé voðalega erfitt að stýra þessu en hins vegar alveg ljóst að það hefur byggst upp afþreying og ýmis konar valkosti fyrir bæði efnameiri og efnaminni á undanförnum árum. Við sjáum bara gróskuna sem hefur verið í þessum geira
að það komu 450.000 manns til landsins fyrir 9 árum og talan í fyrra, 2018, segja 8 árum síðar, var 2,3 milljónir. Þannig að það engin smá vöxtur í þessu, þetta bara 6-földun tæp á 8 árum. Þannig að ég held að sé mikilvægt að reyna ekki kannski að stýra þessu heldur frekar að bara passa að það sé nóg í boði fyrir alla. Og sem sagt óháð hversu miklu þeir eyða og svo framvegis. Já, sko, við sjáum kannski fyrstu ferðamennir sem komu voru, eins og maður segir, svona bónusbretar sem komu í helgarferð til að djamma í Reykjavík, komu til Keflavíkur, duttu í það í Reykjavík og voru farnir á sunnudegi. Þetta svona svolítið típist mynstur. Og á þessu byggðist upp tíðni ferða EasyJet og annarra félaga sem voru að fljúga mjög mikið til Íslands og hafa svo sem haldið þeirri tíðni. En það var síðan bæst við Bandaríkjamenn í miklum mæli á undangengnum árum með tilkomu bandarísku flugfélagana, auk þess sem að framboð íslensku félagana hefur aukist jafnt og þétt. Svona þeir viðskiptavinir sem að þú talar við, þú ert kannski ekkert svona sérstaklega að spurja þá þannig lagað hvers vegna þeir komu til Íslands, en það sem sagt náttúran fyrst og fremst sem að ferðamenn eru að heimsækja Ísland? Já, ég held að sé fyrst og fremst náttúran og mér finnst sko að það aðeins farið að örla á því maður heyri það, ég heyri það í fyrra svolítið, að fólk að keyra annarkvort sko vestur fyrir landið, þjóðveg 1 eða austur fyrir, og það þá að kvarta undan ágangi, það að kvarta undan dýrtíð og það að kvarta undan því að það sé einfaldlega bara svolítil vöntun á þessari ró og friðsemd sem að það ættaði að kaupa og kynnast á Íslandi. En það hafi sem betur fyrir fundið það út á landsbyggðunum, skulum við segja. Og það þá í rauninni að koma af suðvesturhorninu þar sem að auðvitað, bara segja það eins og það ákveðið kraðak við helstu ferðamannastaðina. Þetta hefur tekist mjög vel til í markaðssetningu, þó að ég held að Eyjafjallajökulsgosi það hefur kannski verið okkar helsta marketingtrikk eða hvernig maður getur orðað það. En þá þetta bara svolítið mikið að verða ofselt, skulum við segja, og það við mættum gera betur því að dreifa ferðamönnum betur eða ná einhvern veginn betri dreifingu á ferðamönnum landið. En þið hjá Circular sem að hafið verið með og núna hringdi farsíminn hugsanlega einhvers, var það þinn? Já. Við tökum sér að hann hringi ekki aftur hérna. Já, ok. En núna sem sagt að verða svona kafla skil eða hvað í ykkar rekstri þið sem sagt eruð að fá inn til ykkar bara töluverðan fjölda af þyrlum þá í samstarfi við erlend þyrlufyrirtæki? Já, það rétt. Við sömdum í desember síðastliðnum við Heli Austria sem að stærsta fyrirtæki Austurríkis þessu sviði. Þeir reka 35 þyrlur og eru með viðhaldsverkstæði og skóla og allar tegundir af þyrlum og var mjög ánægjulegt að komast í kynni við þá. Forsagan kannski sú og svona kannski virkar þetta oft í lífinu. Forsagan sú að Heliski eða skíðafyrirtækin hérna út með Tröllaskaga sem hafa þetta byggst upp á undanförnum árum voru að leita sér að þyrlufyrirtækjum til þess að koma og fljúga fyrir þá í þyrluskíðamennskunni og þetta Jökull Bergmann frumkvöðl á þessu sviði og kannski búinn að hasta sér hvað bestan völl hér á Tröllaskaganum. Hann var sem sagt búinn að ná samningu við þetta fyrirtæki og bara að þjónusta sig fyrir takmarkaða verkþætti og við Jökull fórum að tala saman og Jökull bendi mér á að tala við hina og ég fyrir að tala við austurríkismennina og úrverður að þeir eru bara mjög fókuseraðir á að hasla sér völl hér á landi og í rauninni ná fótfestu á grundvelli þessa samstarfs við bæði Bergmenn sem Jökull Bergmann og hans félag og svo okkur til þess að koma með sín flota hingað. Sjáum núna myndir af þyrlunum, þetta eru bara nýlega þyrlur eða hvernig þær útbúnar? Já, þær eru náttúrulega kannski, ég veit ekki hvort það sést á myndunum, en þeir eiga allt sko frá mjög léttum þyrlum yfir í björgunarþyrlur og síðan stórar, leitar- og björgunarþyrlur eins og Gæslan með. Þeir eiga nokkrar svoleiðis og allt þarna á milli. Þyrlurnar sem til að mynda eru komna núna,
komnar 4 þyrlur nú þegar, samanlagður aldur þeirra eru 9 mánuðir. Það segir okkur svolítið sko, að þeim mikil alvara með að vera þá bara að senda hinga fyrsta flokks búnað og afskaplega velþjálfaða menn, auk þess sem að þeir eru búin að ráða íslenska flugmenn til sín. Það ánægjulegt líka að tala um það og ég held að séu henni 4 íslenski flugmenn sem eru búin að fara í gegnum þeirra prógram og kannski ein ástæða sem ég gleyma að nefna að þetta ein ástæða fyrir svona fyrirtæki og svona flókið fyrirtæki að koma inn í erlend ríki eða inn í útlöndin sem maður segir að hér á Akureyri viðhaldsfyrirtæki sem heitir Arctic Maintenance sem að búið að byggja sér upp verkþekkingu og kunnáttu á því að þjónusta þyrlur og núna orðið stærsta viðhaldsfyrirtæki þyrlna á Íslandi. Og það nú ein ástæða fyrir því að þeir austurríkismennirnir horfðu ekki síst til Norðurlands. En þetta náttúrulega skiptir miklu máli og kannski grundvöllurinn að því að þessi samningar hafi tekist að það sé sem sagt þekking uppi á Íslandi til þess að þjónusta flotann. Já, það algjörlega svo og það þetta bara gaman að þetta skuli vera hérna. Það ekkert voðalega margir sem að vita af þeirri flóru fyrirtækja sem eins og unna á Akureyrarflugvelli. Það kannski ber höfuð og herðar yfir aðra Norlandir sem að fagnar alls ekki 11 ára afmæli í ár og að stofna þarna rétt fyrir hrun. Sem að þjónusta Grænland mjög mikið og bara stöndugt og gott fyrirtæki og síðan þeir Mýflug sem að sinni sjúkrafluginu og bæði þessi fyrirtæki sína síðan leiguflugi. Síðan höfum við Arctic Maintenance og svo vorum við að koma sem svona, túristafyrirtæki og einhvern veginn spila síðan öll þessi flóra saman og úr orðin svona, býsna góðu klasi. En þessi þyrlu skíða ferðamennska, þetta þó nokkuð stór útvegur? Þetta býsna stór útvegur og það eru 3 fyrirtæki núna sem eru á Tröllaskaganum, gagngert í því bara að selja ferðamönnum það að koma til Íslands og skíða á Tröllaskaga frá fjallstoppum og niður í fjöru. Það kannski snýst þetta. Og þetta eru svona svo kallaðir vel borgandi ferðamenn. Mikil ósköp. Ég held að dagurinn kosti í þyrlaskíðun eitthvað í kringum 300.000. Það einhvers staðar á bilinu 150 til 300.000 eftir í hvað með af veitingum og húsnæði og svo framvegis. En þetta eru velborgandi menn. Þetta þá fólk sem jafnvel búið að ferðast allan heiminn og í þessu sporti? Mikil ósköp. Og þetta auðvitað vel þekkt í Bresku Kólumbíu og í Kanada og annar staðar. Og eins og ég sagði, þetta hefur verið að hasla sér völl hér á landi á undangengnum árum og bara ánægilegt að fylgjast með. En þyrluflotinn sem að þið þá verðið með, þið bjóðið þá væntanlega út á allskyns þyrluflug, Mývatnssveit og allt þetta? Já, mikil ósköp og við munum verða með, það á eftir að taka endanlega ákvörðun hvað við verðum með mikið af þyrlum. En það allavega ljóst að það verða 2 til 3 og þá hér á Akureyri og í Reykjavík. Og við munum fara bæði þessa stöðluðu túra eins og við höfum verið að sinna á flugvélum undangengin ár sem einmitt að fara í Mývatnssveitina, það Goðafoss, Dettifoss, Hverfjall, Krafla, Ásbyrgi og svo á hálendið, Herðubreið, Askja, Kverkfjöll. Þetta allt innan seilingar. Við sjáum einmitt núna myndir sem að eru teknar í þessum túrum. Fólk sér mikið á tiltölulega skömmum tíma. Já, mikil ósköp. Þetta eins og svo kannski bara segi það, svona okkar litla reynsla segir okkur samt að það einn túr sem klukkutíma og korter hefur slegið í gegn algjörlega hjá skemmtiferðaskipunum og hefur verið mikil vöxtur í því hjá okkur ár frá ári. Og það eru upp í 6 flug á dag þar sem við fljúgum bara þennan staðlaða túr að sýna fólki þetta á klukkutíma og korter í staðis kannski að það eyði heilum degi í að skoða þessa staði og sjá svona auðvitað miklu meira, viljum við meina. Og það mikið tekið að myndum í slíkum flugferðum? Já, mikil ósköp. Þess vegna einmitt koma þessi góðu gluggar og allt það svo vel inn. Hvernig sem að flugbransinn allur hérna á Íslandi þróast á þessu ári en sem sagt hjá
ykkur, það allan að vita þá núna að skemmtiferðaskipum þeim fjölgar sem að koma til landsins. Þarna ímynda ég mér þó nokkuð mikið samspil á milli hvernig þið svona sjáið sumarið eða árið þróast. Mikil ósköp og við sjáum það bara nú þegar að það einhver 15% aukning í bókunum, fyrirfram bókunum skemmtiferðaskipa fyrir næsta sumar miðað við árið í fyrra. Þannig að við sjáum það nú þegar og þetta auðvitað ánægilegt fyrir okkur. Ég held að aukningin á skemmtiferðaskipa komum til Akureyrar sé tæplega 30% eitthvað svoleiðis núna milli ára og ég held að það sé 170.000 manns og hvert prósent sem við fáum af þessu auðvitað bara stór sigur fyrir okkur. Og við sjáum alveg greinilega fylgni í því að fjölgun skemmtiferðaskipa farþega hefur bein áhrif á okkur og það svona, þannig komin ákveðin, hvað við segja, kjölfesta fyrir okkar viðskipti héðan allavega. Sérðu fram á það að ef að vel tekst til þá núna í sumar í þessu samstarfi með alla þessar þyrlur að þetta sé komið til að vera? Við skulum bara vona það. Ég kannski á það til að vera fullbjartsýnn og en ég nú alveg þurft að þetta oft sagt með þegar maður byrjar með eitthvað nýtt sko, að ef maður væri ekki of bjartsýnn þá myndi maður aldrei fara af stað og það kannski á við þetta auðvitað búið að vera hark og bras á undangengnum árum að koma einhverju á laggirnar, koma einhverju svona til mannssoldið en maður svona, ef við ættum að líka þessu við barnauppeldi þá svona króin farin að ganga. Hann farin að staulast aðeins áfram og mér sýnist alveg að hann muni geta hlaupið en það þarf að hjálpa honum enn sem komið og við skulum sjá hvernig þetta fer en ég ætla að leyfa mér að vera bara bjartsýnn. En svona þegar verið að tala uppbyggingu svo kallaða innviða, þú hefur skrifað nokkra greinar þeir sem að fylgjast með, þeir kannast við greinar sem að þú hefur verið að skrifa að fjölga gáttum inn í landið, það að segja að Akureyrarflugvöllur og þá Egilsstaðaflugvöllur að þeir verði þannig útbúnir að það sé hægt að hefja hingað reglulegt flug. Það mikil ósköp og þetta margþætt og það dálítið vont og mikil einföldun að benda voðalega mikið bara þetta þeim að kenna eða svona, það vitlaðar áherslur eitthvað. Þetta samspil ýmissa hluta en kannski það sem ef við hugsum bara tæknilega, það hefur verið mikil uppbygging og mikil vöxtur á öllu flugi til og frá Keflavík og það vel og ekki nema gott það að segja. En á sama tíma og tíðni bæði flugtaka og lendinga og fjöldi flugferða til Keflavíkur hefur aukist gríðarlega á undangengnum árum, þá hefur öll uppbygging á öllum flugvöllum, takt eftir á öllum flugvöllum annars staðar á landinu setið algjörlega á hakanum. Ég get sagt þér það að frá árinu 2007 og nú til 2019 þá hefur niðurskurður á fjárframlögum frá ríkinu til þessa málaflokks verið skorið niður 60%. Og það ekkert smáræði. Inn í þessum flugvöllum þetta Egilsstaðir, Akureyri, Ísafjörður, Reykjavík, bara svo ég nefni nokkra og svo búið að loka nokkrum flugvöllum. Og þetta auðvitað ekkert allt og gott ef við erum að hugsa það að við ættum að hafa sem markmið að í fyrsta lagi það þá öryggi fyrir flugvélar sem að einhverju hluta vegna komast ekki til Keflavíkur, Keflavík getur lokað. Það gerist alltaf nokkur sinnum á ári og það þá ekki pláss fyrir alla vélarnar sem að þurfa að komast til Keflavíkur, það ekki pláss fyrir þær bæði á Egilsstöðum og Akureyri. Það vantar pláss hér og þar. Og þetta eru svona hlutir sem hafa bara setið á hakanum og við höfum einfaldlega ekki sinnt. Og ég var aðeins að furða mig á því í vetur að menn væru virkilega að hlaða í 100 milljarða fjárfestingar áætlun til þess að betrumbæta aðstöðuna í Keflavík meðan að ekkert lagi fyrir uppbyggingu varaflugvalla Keflavíkur á Egilsstöðum og Akureyri. Það finnst mér eiginlega í besta falli bara ábyrgðarlaust. Í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar til næstu ára þá einmitt ég talað að Isavia alltaf því sameini alþjóðaflugvellina á Íslandi, Keflavík, Akureyri og Egilsstaði eða samreki. Hvaða máli skiptir þetta?
Þetta skiptir gríðarlegu máli og ég held að hér verði miðað við þessa fjármálaáætlun sem einmitt kom út bara í gær eða fyrradag. Það held ég skiptir gríðarlegu máli fyrir heilbrigðis ástand og öryggis ástand fyrir þessar flugsamgöngur til og frá landinu að þetta verði sinnt af einni hendi á þennan hátt. Það sé verði til peningar sem að koma úr þessari sameiginlegu hít. Það er alveg ljóst að við getum ekki verið að halda uppi fullkomnu öryggistigi á sjálfbæran hátt á öllum varaflugvöllum Keflavíkur sem eru 3. Það er Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir. Þess vegna þarf þetta að koma úr þessum sameiginlegu tekjustofnum sem eru náttúrulega stærstur þá í Keflavík. En sem sagt, fyrir þá Akureyri sérstaklega að því að þú ert með þitt fyrirtæki á Akureyri að hluta til minnstakosti. Þegar að verður búið að byggja upp völlinn almennilega, getum við sagt hvað þá? Og það er framkvæmdir sem að standa fyrir dyrum núna sem er að bæta aðflugsbúnað og stækka flughlað. Þessi, bætning á aðflugsbúnaði, hún kannski þýðir það að flugvélar með eldri en staðlaðan búnað sem að flest leiguflugfélög hafa geta auðveldar kannski flogið hingað inn. En þetta er ekki endilega að auka áreiðanleika vallarins en fleiri flugfélög geta hugsanlega hugsað sér að fljúga inn til Akureyrar. Það er vel og þetta er gott upp á markaðsátaki fyrir völlin að geta þá selt okkur, flugvöllin, landshlutann, eitthvað annað Ísland heldur en Suðurnesin bara út á við. Þannig að það er mjög jákvætt. En ég held við ættum ekki að búast við einhverjum stórum stökkum en mér finnst mjög traustvekjandi að horfa til okkar reynslu núna í vetur af flugi Superbreaks frá Bretlandi til Akureyrar sem mun síðan halda áfram, þeir eru búin að gefa það út næsta vetur. Það voru alls 29 flug sem voru flogin hingað í vetur og þau gengu öll upp. 1 flug af þessum 29 þurfti tímabundið frá að hverfa og lenti á Egilsstöðum og kom svo síðar daginn. Þannig að þetta gekk stórkostlega vel upp með að það er flogið á dimmasta tíma ársins við verstu veðurskilyrði. Svo er hollensk ferðaskrifstofa að byrja hingað flug milli Akureyrar og Rotterdam að ég held 2 í viku núna frá og með lok maí og það er hollenska flugfélagið Transavia sem mun fljúga það. Þetta finnast mér allt saman jákvæð teikn á því sem að koma skalvonandi. Nú við vitum og það er ekki neitt leyndarmál en við vitum að erlend flugfélög eins og EasyJet hafa verið að hnusa þessu möguleika en ekki ennþá þó tekið skrefið. Þegar er verið að tala allt þetta að fjölga ferðamönnum út landið, þetta kannast við öll sem við. Hvað finnst þér svona í gegnum tíðina? Er þessi umræða öll meira svona í orði en á borði? Og mér finnst sjálfum dálítið að þetta er svona eins og 5. frétt á RÚV. Það er krúttfrétt af landsbyggðinni. Það er alltaf ein svona symbolísk frétt. Krakkar í lopapeysum af leikskólanum Króaból á Ísafirði eða eitthvað sko. Það er alltaf svoleiðis og það er eins með þetta að þetta atriði, já við verðum auðvitað að hugsa allt landið í þessari uppbyggingu. Þetta segja pólitíkusar voðalega mikið á tillitugum en það hefur lítið verið efndir enn sem komið er. Ég verð þó að segja að mér finnst núverandi ferðamálaráðherra afskaplega svona traust í sinni nálgun á það hvernig hún sér þetta og hún hefur verið algjörlega konsekvent í sínu málflutningi það að við verðum að byggja upp landið allt og fjölga gáttum. Og ég veit að það er einlægur áhugi bara frá þegar ég starfaði með henni í nefnd fjölgun gátta og hún er með einlægan áhuga á þessu máli. Þannig ég trúi því að það verði breytingar en hingað til þá hefur þetta kannski valdið nokkrum vonbrigðum en við skulum vera bjartsýn held ég. Hvernig eru Íslendingar svona heima að sækja þetta? Erum við orðin svolítið góð í ferðaþjónustunni? Ég held að það sé bara þessi lundalega framkoma Íslendinga kannski á veitingastöðum og annað hérna í den. Þetta hefur nú verið að breytast mikið og hratt á undangengnum árum og kannski ekki síst að það er bara svo mikið útlendingur sem starfar í þjónustugeiranum.
En ég held að við séum að taka þetta bara með trompi. Við erum eins og svo margt annað að við erum áhlaupsþjóð og ef við ætlum að fara í ferðamennsku þá gerum við það bara svolítið með stæl. Og mér finnst menn bara vera að standa sig vel. Aðeins meira þyrlurnar, Þorvaldur Lúðvík. Hægt að nota þessar þyrlur til annarra hluta, til dæmis við björgunarstörf? Sérðu það fyrir þér? Já, auðvitað náttúrulega höfum við séð Landhelgisgæsluna sinna frábæru starfi og auðvitað þetta eru okkar hetjur í björgunarafrekum bara frá því að þyrlur voru fyrst notaðar hérna. Og Landhelgisgæslan núna endurnýja þyrlukostin sem eru stórar og miklar þyrlur sem að henta ekki síst til björgunar út á rúmsjó og svo framvegis í kannski verstu veðurskilyrðum. En eins og þessu sinnt í öðrum löndum að þá eru jafnframt léttari þyrlur sem að gjarnan eru staðsettar, dreifðar og það þá staðbundnara viðbragð við hverskins, ef við ekki að segja minniháttar áföllum, skulum segja að það fótbrotni rjúpnaskytta eða hestamaður eða eitthvað slíkt. Að það kannski dálítið mikið að ræsa út 10 manns frá hinum enda landsins og bíða í rólegheitum einhvers staðar langt í burtu. Það væri kannski alveg nóg að nota léttari þyrlur sem að væru nálægt þeirri sjúkrastofnun sem að kannski líklegast viðkomandi fengi bót sinna mála. Eins og í þessum tilvikum þar sem að ekki slysið ekki þeim mun alvarlegra. Þú tekur þessar umræðu sjálfsagt upp við ráðamenn þjóðarinnar, en svona í lokin, þú ert búinn að fljúga yfir landið allt saman mörgum sinnum og skoða það, fallegasti staður landsins, úr lofti. Ætli það sé ekki að Fjallabakki einhvers staðar og Langisjór og víða þar. Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson hjá Circle Air, þakka þér fyrir spjallið. Þakka þér.